Pavel Bartosek, gjör svo vel. Já, takk. Ég vil nú byrja á því að biðja nokkra rásfullar á því að fara rátt með skoðanir þeirra áðan það ég gerði skóna að menn vildu það að þeir sem sættu heima túlkuð sem auð þingsæti, það var sjálfsögðu þeir sem ætti að skila auðum ákvæðum. Ég byrði afsögn að fara rátt mál með og hæsta því, en að öðru leyti þá vil ég taka fram að ég stenda fullu á baki þessum tillögum þrátt fyrir að höfum skipt með okkur verkum í nefndinu með mætti að þeirri nefndamenn en ég hafi borið þær upp og nefndin sem samanstæður Ara, Þorkalli, Guðmundi, Írisi, Líð og Andrís og Ómari hefur unnið, ásamt mér hefur unnið mjög gott verk og ég þakka öllum nefndamennum kærlega fyrir þeirra framlag til sérstaklega þessar vinnu. Nú, andstæðingar beins lýðræðis var hugtak sem kom hérna fram oft í ræðu Péturs áðan og ég verði eiginlega að bera það af mér ef það beint til mín og annara sem eru á því að þessar tillögur sem hér eru lagðar fram séu mjög mikil skref í átt til þess að gera veg beinslýðræðis meira. Förum aðeins yfir þetta. Í dag hefur þjóðin enga aðkomu að því að fá óvissælum lögum hnekkt í þjóðarkvæðslu öðruvísi en að senda beiðni að bænaskjal til forseta þess efnis. Í dag hefur þjóðin enga aðkomu að því að geta lagt fram tiltekið mál á þingi. Í dag hafa kjósendur heldur enga aðkomu að því að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekið mál, lög eða frumvörp sem að þeir búa til sjálfur. Í dag hafa kjósendur enga aðkomu að því að tjá sig stjórnarskrárbreytingar. Allar þessar breytingar eru að gera. Það verður að bæta þessu öllu við í einu stökki. Ísland með þessum tillögum að taka stökk úr því að vera bara svona með íhaldsamara móti í hvað þessi mál varðar. Svona staðsetja sig við hliðina á hinum Norðurlöndunum og til þess að það er rauninni komið lengra en Ítalía í þessum málum og það er eins eitt ríki í Evrópu sem er Sviss sem myndi standa lengra en Ísland ef að þessa tillöguna fram ganga. Einu munurinn rauninni að þingið gæti eftir sem áður ákveðið að laga frumvarp sem kjósendur 15% þeirra hafa lagt fram fari ekki bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu heldur einungis ráðgefandi. Ef að þetta ákvæði og það að talan sé 15 ekki 10 gerir mann að andstæðingi beins lýðræðis, þá finnst mér að satt að segja dálítið undarlegt. Breytingar frá þeim tillögum sem voru lagðar frá seinast nefnilega ekki nema þessar að talan hækkuð úr 10% 15%. Það krafist þess að menn leggi fram frumvarp eins og gert til að fylgja eftir ráðum færra sérfræðinga á þessu sviði. Að það ekki bara að það einmitt díalógin við þingið, samræða hóps kjósenda við þingið sem gerir ferlið gott. Það að segja að menn get ekki bara ruðst með eitthvað mál heldur leggi fram sínar tillögur í formi velmótaðs frumvarps og síðan getur þingið tekið til efni til skoðunar og þurfi ekki að ana út í eitt eða neitt. Þetta getur tekið sín tíma. Það getur ekki verið krafan í beinlega lýðræðendilega hlutindum gerist bara á nokkrum mánuð. Þannig ég vil meina að nefndin hafi komið til móts við óskir að færa inn alla mögulega tegundir af því sem kallast beinlýðræði, segja málskotum gilda til lög, tillögurétt, þjóðarfrumkvæði og réttir þess að tjá sig stjórnarskrárbreytingar. Meðan hún gerir það, þá höfum við reynt að koma á bæði beltum axlaböndum vegna þess að fjölmargir bæði hér inn og í samfélaginu hafa áhyggjur af því að svona stórt stökk í einu myndi gera það verkum að stjórnvöld gætu ekki tekið óvissalar ákvarðanir, að það væri auðvelt að tróða á réttundum minnihlutahópa og þessa veggi erum við allstaðar að reisa. Þannig að mér finnst dálítið undarlegt en menn láta þessa tillögu standa og falla á því að hlutfalli sé hugsanlega hátt. Við skulum bara fara í gegnum sögu
undirskriftasafnana á Íslandi í gegnum tíðina, ég nú ekki með þær tölur, en auðvitað hefur oft nást á fjöldi undirskrifta sem hér ræðir og hví ætti hann ekki líka nást þegar hitamál að ræða það sem geta farið fram og búið til frumvarp og lagt fyrir þingi. Þannig að ég tel að með þessu hafi nást góður balans á milli þeirra sem vilja veg beins lýðræðis sem mestan og þeirra sem hafa áhyggjur af því hvaða afleiðingar það gæti haft fyrir stjórn landsins, fyrir réttindi minnihluta og fyrir það að stjórnvöld gætu hugsanlega einhvern tíma þurft að taka óvissarar ákvarðanir. Nú, að öðru leyti þá vil ég taka það fram að valkosturinn innan hornklofa í tillögum stjórnarskrá breytingar sem gerir á fyrir lítt breytu fyrirkomulagi að öðru leyti því að þriðjungur þingmanna eða 15% kjósanda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. Það tillaga sem ég persónulega myndi styðja frekar vegna þess að ég tel að vera ákveðin kost að tími þurfa að líða á milli þess sem stjórnarskrá breyting lögð fram og þangað til hún gengin endanlega í garð. Ástæðan fyrir því að ekki farin svo leið sem lögð var fram seinast, að það segja að aukin meirihluti þingmanna og þjóðaratkvæðagreiðsla, var að margir þeirra sem sérfræðinga það var margir bent á það að þetta sem rétt með reynslu annarra þjóða, að þetta myndi vera mjög erfitt að breyta stjórnarskrá. Breytingar á stjórnarskrá í Danmörku hafa gerðar kannski tvisvarsinnum seinustu hálfa öldina og það væri einfaldlega þannig að menn myndi ekki ráðast í það verk auðveldlega. Nú, ég kannski svara bara Gísla stjórnlagaþing. Það var svona okkar skilningur miðað við þær miklu tillögur sem við gerum þjóðarfrumkvæði að það væri boðleiðin fyrir svona beiðnir. Að kjósendur myndu safna saman undirskriftum og krefjast stjórnlagaþings á grundvelli frumkvæðisréttar og þá myndi það vera 15% kjósenda sem geti gert það. Auðvitað þar ekki inn í falið að þessi málsmeðferð sem síðan upptalin bindandi þjóðaratkvæði í kjölfarið, en þetta samt svona svo leið sem við töldum vera því sem markmið. Takk fyrir. Katrín Oddsdóttir, gjörðu svo vel.